til leiks og byrjum á gestaliðinu. Fyrirliði HK Lúðvík Már Martinsson. Þjálfari landsliðsins. Fyrirliði KA Ævar Freyr Birgisson. Þjálfari Freyr Pavel. Det passer det ikke. Ja. Við byrjum að kynna byrjanlega HK og ég númer 2, Ismar. Númer 3, Geirhás. Númer 5, Stefán Gunnar Þorsteinsson. Númer 6, Máni Matthíasson. Númer 8, Magnús Ingvi Kristjánsson. Númer 9, Andreas Ingvi Halldórsson. Come on!
Ma dobra, Daginn. Við ætlum að lýsa leiknum HK og KA. Og matchinn voru smástæðar kveikið lóðunum. Það byrjaði að renna bara yfir liðið hjá HK byrjunliðið. Þannig 2 er Ísmar, 3 er Garri, 5 er Stefán Gunnar, 6 er Máni, 8 Magnús Yngvi og 9 er Andri Silmi. Líbró, nr. 20 er Arnar Birkir. Við liðið KA hefur skipað að nr. 2 er Mór, nr. 3 er Alexander Arnar, 10 er Mason, 11 er Filip og 14 Ævar og 20 Benedikt. Gunni er líkur á KA. Leifur við bara nokkuð að stað. Þá byrjaði betur. Þá sem að 6 aða, en 5 fyrir jú. Og blokkan er KA. Já, er ákveð ekki að fara í blokk. Allt við að reyna að taka við boltanum í afturlínu. Gekk ekki. Staðan því var 5-4. Það er Máni sem er upp yfir HK. Já, fer af netinu í gólfið. Erfitt að eiga við þetta. Staðan 5-5. Búast við hörku spennandi leikinn í dag. Þetta staðin kemur ekki inn á, þannig að staðin er núna allan 5-5. Það er Bölu að segja frá því. Og virkilega vel gert hjá Mason. Og skorar 7. stíði fyrir KA. Staðan 6-5. Þarna hjá Mason. Spila Filip. Staðan spennandi reyndar. Lexi, virki fyrir KA. Já, ákveður hann bara með móttökuna og ná ekki að skila þessi yfir. Það er virkið leikar rótna með móttökunni. Staðan 7-5. 7-5 fyrir KA, Lexi aftur með virkið. Það er hátur að spil. Já, hátur að leika. Þetta er bara touch út. Já. Og þarna í Hjúp, eins og þetta bara kalla hann í dag. Mór. Þetta er Hjúp hérna fyrir. Og Stefán í uppgjöf fyrir HK. Fín uppgjöf á Lexi. Og HK fyrir eitt þessu. 3 í blokk. Filip fyrir undan. Lexi hana, náður í sækja. HK fyrir hana. Já.
Masana. Já, Háká. Filip, ekki ánægður með sína menn. Það sér á vellinum. Vantar að fá meiri hreyfingu í leiknina. Alex smá vandræði með móttökunni. Passa þessu. Já, og Filip gerir vel í verka þessu. Já. Já, þetta eins og virkilega vel gert hjá Andreas. Stemming á Hákonuna. Og Filip tekur leikhlaup, ekki ánægður. Það er næst ása. Það er bara meira. Þessir að vantar hreyfingu sína menn. Dómararnir í dag verða svona þá. Það er síðustu námi. Karlsson sem til aðstoðar. Og þar ekki vesinni. Já, þeim bílum. Staðan 8-7 fyrir Háká. Lexi, sem fínum móttöku, Filip Björnsvill á Ævar sem að stekkur hátt upp og smessar fyrir vel, ekki að fyrir. Góður þakkandur á honum. Mason í uppgjöf, já. Fyrir að vitinu en Hákon að bjarga þessu. Hjútök hennan, fyrir á Ævar aftur. Og Ævar skilur hérna aftur, mjög svipaðan, virkilega vel gert. Sjöfum það yfir, Hákon yfir, 9-8. Mason aftur í uppgjöf. Já. Blokkaðu. Lexi blokkar. Nei, Lexi. Filip blokkar þetta út. Og staðan því 9-9. Já, Lexi að taka vel á móti. Og þetta virkilega vel gert hjá Káa. Filip spilar á Jón, skilar við öruglega. Raffinunni, virkilega vel gert. Staðan númer 10-9. 10-9 fyrir Káa. Já, Filip setur hann á. Já. Filip gerir þetta mjög skemmtilega á réttu stað. Við erum ekkert endilega vissum. Hann hafa aldrei nefnt úrlokk þetta að setja hann en þetta gekk upp. Virkilega flott. Já, auðvitað. Filip, þetta mikið upp, setur hann saman stað. Já. Hákon halkar úr lóknuna og Ævar tekur þetta. Nei, einhver rétt. Þetta er reyndið touch, en það var ekki. Það hýttum bara ekki alveg nógu. Andreas Hilmi fer í uppgjöf fyrir Háká. Já, fín móttökur á Gunna hana. Og já, Gunna á spilja á Filip. Andreas í móttöku, nei, skilur niður, Tjúb. Skilar þessu en út. Rétt út. Staðan hann ekki velduðum. Þetta er eins og við varum búast. Andreas Hilmir í uppgjöf. Fyrir Háká. Já, þetta er ekki alveg með framlýst með því en þessi er bara úti. Já, er rétt úti. Háká skorar 3 stig í sitt röð.
Ævar skilar þessu vel. Staðan orðin 12-12. Ævar fyrir ekki. Jafn á öllum stöðum. Ævar gefur upp. Stefán í vandræðum. Smá vandræðum Stefán þarna. Og yfir 13-12. Ævar átt mjög upp. Reyna að setja aftur á Stefán. Já, Arnarindar. Já, þetta hörkublokkarnir hjá Kára. Ánægð með sjálfa sig. Til Magnús Eður við þetta. Ágætur leikir. Stöðunni 14 Kára. Núna. Og Kára Massimo. Kára Ágrá. Þetta er mest ofrúðlega hjá Kára. Þannig í þeim, 14-12 fyrir Kára. Skilja að reyna sem það leikti yfir, aðeins yfir stöðuna í tildinni. Það að Kára getur með sigri tryggt sér deildarmeistaratitillinn þetta árið. Og þar með reynda líka tryggt sér öruggan heimaleik rétt. Það er svo að liðið farið í úrslitarímina. Ævar í gjöf. Já. Sendir hann áfram að skalla það. Já. Þessu Lexi. Já. Fínt smass. Háká. Spilar úr upp. Áður að segja. Q. Æl. Hilmarsen. Þarna. Kára, já, missar hann yfir hana. Fínt skorta núna. Og þetta er bara blokk inn. Helga því að Q. Kára á smá skriði núna. Háká í smá vandræðum. Það er 15-12. Öllurinn. Brota. Ævar áfram myggjum með sína 50 upp í röðu. Það er 15-12. Já, það sem að þið. Það setja stutt yfir á Arnar, en það er ekki alveg. Og í uppgjöf fer Magnús uppi til Háká. Uppgjöf í honum, Gunni tekur á þessu. Já, þetta er touch og hann er af lágvörðinu upp í blokkið. Kára kemst á í 16-13. Og Benni uppgjöf. Já, má vandræði mótökunni, ná ekki alveg við blokkana. Það tekur við þessu. Og Lexa gerir vel. Það er ekki skora úr upp. Og þeir ná þessu inn. Já. Það er að leysa þessu. Og Lexa hefði átt að gera aðeins betur þarna. Bæði Filip og Q eru að gera vel. Stress í honum, Lexa þarna. En staðan 16-14. Besser vel úti, hittan frekar illa. Hann Karim Sekki Hluturöðurinn Ljókjum að væntalega með Sjábjörgu líka. Sjáum hvernig
Það skilar. Það er ekki betur hjá honum. Já, skilar sig inn. Nokkuð örugg samt. Þrír í blokk og þetta bara úti. Já. Átmenn væntanlega búinn að setja þarna. En svo var ekki. Átið Þorlófi fyrir Káa. Og Háká tekur aftur leiklið. Þetta sýnir aftur nýtt. Sigurfljónan, hann ætlar að horfa á Álfur og Frosti. Hann með náttmála. Ekki vesen, ekki hlut. Hann með svo fyrir hana. Það sem að geta að Káa á toppinn í súludeildarinnar núna. 35 stig eftir 14 leiki. Háká þeir í öðru sæti með 29 stig eftir jafnvæga leiki. Því í raun og dugar Káa að vinna tvær hrinur helgin í þessum tveim leikum bæði í dag og á morgun til þess að verða deildarmeistarar. Þannig að það er miklu að gefa. Hákonarnir vilja væntanlega gera allt sem þeir eru til þess að koma með fyrir það. Hjú áfram í gjöf. Já, þessi er fastari. Þetta er gert líklast að úti. Já. Það er spila að læsa. Kannski aðeins og lárbolti. Aðeins aðri. Hvernig að stýra sig. En staðan 18-15. Og Máni fyrir í uppgjöf. Máni takkar í sér inn í stúdíunni. Konur, að hala konur þar. Filip spilaði sig upp á Tjúb og þetta er vel gert. Flott smass í honum. Magnús Ingi hafa gert ágætlega að vera að reyna að vera til ofan. Fast stað í 19-15 fyrir Káa. Messi í uppgjöf. Lítur vel út. Káa núna. Tökjum Lexa. Já, fyrir með þessu. Fyrir þessu lust yfir. Erum við aftur að byggja flóknarni. Þessi bara úti. Ekki touch. Nei. Þannig árið 20-15. Þá er góðum málum. Þessar fyrstu runum. Það klárir smá vandræðum. Lexa áfram uppgjöf. Þarna hátt framspil. Vá. Kunni gerir vel að staðsetja sig. Skjuti við hennan. Ætti hann ekki alveg nógu vel. Þessi var bara úti. Staðan orðin 20-16. Og Háká ætlar að gera skiptingu. Já. Sergi mætir á svæðið. Kemur inn á fyrir Magnús Ingva. Sergi höfðspilari. Sjáum hvað Stefán Gunnar ætlar að gera í uppgjöfunni. Stöðum 20-16. Fín uppgjöf. Ok. Gunni tekur ekki sig. Vilja ekki að Kjúsi að taka neitt í móti Guð. Gunni ætlar bara að láta hann fara. Gunni tekur stórt svæði. Ævar stórt svæði. Þetta kemur hann aftur inn á vinstri megin á þá. Já, Gunni smá vandræðum núna. En Káa skilur sig yfir. Káa. Þarna. Já. Gott. Virkilega gott smass hjá Andrés Hilmir. Og Filip hefur séð nógu bili. Ætlar að taka leikli í stöðunni 2018. Þetta Háká búinn að skora. En ef við förum aðeins í þessa leikjum helgina, það hættir að verið ef að Háká tekur 60 úr þessum leikjum helgina. Tapast eiginlega þá er Háká komið 35 stig. Káa með 35. Þá er Háká í raunum með 41 stig. 40 á Káa.
Þetta myndi þýða þá Háka í dildinstæðinu. Þá þarf við alltaf að taka hérna í þessum leikjum helgina. Já, þetta var virkilega vel spilað upp hjá Gunnar. Það er ekki gátt sem að lífbúrúar spilar upp, en þetta var bara virkilega vel gert. Þetta er góður alveg að bakari. Og Káan staði á 21. 18. 3 mjög, nei. Já. Gott maður sjá Háká. Þetta Mason var undirreikjum fyrir Káa. En Ísmar. Finnuna. Upp fyrir Háká. Stígur bara á línuna. Töluvert meiri síðan. Auðvælegt hjá honum. Reynslumesti maðurinn á vellinum. Skal ekki ánægum sjálfsig. Þetta var bara meiri sér töluvert langt. Línuna með mér. Þá var hann hérna frá. Filip, upp. Já, svona. Gunnin er ekki alveg staðsettin og vel. Anna, móttökuna. Staðan 22-20. Þetta er spennandi hérna. Og það er Andri Filmir í uppgjöf. Háká. Sendur líka svona á Gunnar. Já. Velspili á Filip. Og á Q. Aftur. Já, vel gert hjá Káa mönnum. Mikilvægt stig hérna. Það er 23-20. 23-20 Káa. Og þeir eru aðeins tröst í viðbót til þess að klára þessa reynu sem myndi gera ansi mikið fyrir þá í leiðinni til tildinu. Já. Þessi var útílíkast en allt góðu hjá Hæfari. Hjú klárar þetta með góðsmassi. Og Sergi hana með móttöku. Skilur sig yfir. Benni Vandræðum. En líka það þessi bolti út hérna áðan. En það þarf ekki taka sensin á því. Og Sergi fyrir uppgjöf. Háká í stöðunum 24-21. Já, gott móttöku. Lexi skilur þessu. Vel gert hjá Lexa. Gott smass. Og 24-21 og Káa vandar því aðeins 1 stig til að klára þessa hreinu. Háka gerir skiptingu. Tilbaka. Sergi kemur út. Magnús Yngvi kemur inn. Og Benni í auki fyrir Káa. Stöðum 24-20. 21 alltaf að segja. Háka í vandræðum móttöku sjá sér. Já, og Stefán Gunnar hittir þennan mjög illa. Þannig að Káa er búið að taka þessa fyrstu hreinu. Og þar við stíga risastórt skref í átt að deildarmeistaratitlinum. En gert hjá Káa. Voru svona með að ég mér fannst ótrúlega góð tök á þessar hreinu. Alveg frá upphafi. Það var svona ógnaðin samt við hreinu sérstaklega. En þetta verður skemmtilegur leikur. Það var svona gríðarlega þetta. Við höfum okkur aðeins í þér á meðan þjálfararnir lesa við sínum mönnum.
þegar það líka leikur gangi á Stjörnunni og Aftureldingu. Þar sem að Stjarnan yfir 1-0 fyrir þar fór 29-27 í hörkuleik greinilega. Afturelding koma til baka en við ætlum að einbeita okkur að þessum leik hérna. Og við sýnst að byrjunarliðið hjá Háa, það eins og áðan. Háa gerir eina breytingu, Sergin kemur inn og við sýnst Magnús Yngvi hvíla sig til að byrja með. Filip tekur uppgjöf, þessi í móti þarna og virkilega gott maður sjá Andrés Hilmi, engin blokk. Það var ráðan gett eitthvað. Alltaf við hana. Þessi yfir 1-0. Og Stefán Gunnar í uppgjöf. Þessi fór í netið og allt á línuna. Staðan 2-0. Stefán Gunnar áfram mitt fyrir Háká. Staðan 2-0. Já. Flottum út í gani að reysa. Alveg flott og þá jú. Háká hefur bergað sig vel gert hjá Háká. Sergi kemur þessu leik og hlaupið hjá Q. Háká bergað þessu. Máni og gott stuð hjá Háká. Andrés Hilmir björguðu hana vel. Góðvörn í Háká. Skilaði sig sem spil. Já. Stefán var frá Mjötjöf. Stöðunni 3-0. Kjærvíkurinn sem að Kámi voru á móti þér. Gunni með flotta móttöku. Já. Og Benni gerir vel. Það er á spurningum með negra. Og vera blokkinu upp. Út. Það er út. Það er fyrir Jóhann. Sett hérna á Arnar. Á Stefán. Já. Stefán. Já. Þetta. Eða boltanum. Lexi. Vel. Já. Já. Ekkert út í blokkinu og ákváði ekki sem á þessu. Og það er aftur. Það eins og segja verið hvernig fá boltan. Skipur ekki það. Það var í hálf. Lexi tekur hennan með fótunum. Flott vörð hjá Káa þarna. Lexi. Filip ekki alveg nána með þetta. Sigþóri bara gerir sér ready. Þessi tekur hana, Ráðar ekki við þetta. Kemur saman, en Sergi kallar á hann, fær hann, en blokkaður af Q. Og staðan það fyrir upp. Þá getur breytingu. Sigþór kemur inn á fyrir Lexa. Índilega sem Lexi sem er með það. En Káa góð breytt líka. Þannig að við gerum nýtt það. Benni, stuttu uppgjöf. Og Sergi með þetta smast. Benni gerir vel hins vegar. Filip og Q. Áfram góður. Og Arnar spilar. Já. Káa hana á. Ok, Filip getur sér. Ekkur utalega þessi bolti. Og Sigþór ekki alveg klárið hann. Ekkur boltið þegar hann. Andrés Hilmi fyrir uppgjöf. Háká. Já, brött uppgjöf frekar. Netið.
Standi hann 5-5. Jó, tegur. Tíman bylgju upp. Já, kastið frekar hana, en nei. Bylgju upp, flott móttaka líka. Sergi með þennan. Ævar gerir virkilega vel, flott vörn í honum. Filip í smá vesinni. Finna Sigþór. Anna. Vimmar þessu og... Já. Filip væntanlega ekki ánægður með sjálfa sig þarna. En... Það var þetta mjög vel gert hjá Herri Hás. Flottum að sjá honum. Alveg að finna Sigþór hann á kantinu. Það lagist. Sergi mjög ekki öfina. Og Filip á Q. Og þetta bara fyrir á blokkinni. Sergi gerir þetta vel í að opli hann, en Sergi er það í spilarinn, hann kemst aldrei upp. Stand. 6-5 Háká, Sigþór fyrir Júkjörn, hann er með fastafleikar. Sem þetta ásökkur svona í vetur. Já, þessi er eins og bara beint í gólfið. Svona ekki föstmikið, en Gatnur og það er Jón 6-6. Sigþóri Sigþór aftur. Hitti hann þennan eins og er ekki þessu vel. Og það er bara þessu. Herri Hás Júkjörn, hann tók jumphookið á hann. Frekar hýta þetta. Já, hvort þessi verður betur ekki á honum. Já. Nei, ekki var hann betur hitt þessi. Já, það er sjálf á sig. En það þó ekki. Mason. Kom mótið eins og líka og Háká í Johnny, tekja á Ísmar hana á miðunni. Það er fyrir Háká, staðan 8-7. Þarna dæmir hann ólega uppsetningu. Sýnist að sé að benda á að Stefán Gunnar hafi verið og fljótur stöðu. Headshot. Mitt við það, nei, ég hef ekki fyrir dýrindar. Benni, þannig, virkilega högt smass.
Já, finnum upp í honum. Já, dæmið móka þetta. Ok. Þetta meina þessi mók. Já, það byrjum útskýringu á þessu. Kannski við viljum hafa móka á þetta. Sem að, já. Ok. Felix skiptir að, en Ævar spyr. Þannig að útskýringu á þessu. Já, hann stendur við sitt. Ok. Já, Benn ekki ánæður. Filip ekki heldur. Skiptir ekki tilbaka. Káð stillir upp. Hvað er móttöku? Nei, Sigþór. Já, Ævar smassar þetta. Það er reiðir, káamenn. Það er að broti hans á þessu rann á hann. Ævar fyrir út upp. Stöðinni eftir 9. Ok. Þetta viljið þið fá. Settar þetta ekki fyrsta. Ok. Komin aðeins fyrir að láta dómarinn horfði bjóða sér. Reyna fyrir að staf. Það skulle vera á því. Sagt allavega þarna er spurning með línuna. Ég held að sé bara svolítið svoleiðis. Já. Annað skiptið í leiknum. Þetta eru stig sem að Kámi þykja vel en afskaplega kröðulegt að gefa þessi stig. Það er engin tilgangur í því. Við ræðum að vera á tímunni. Ég veit ekki að leysi. Nei, en þó verður sekki sig á. Mókinn hljóðan þetta á hann. Þið er ekkert breytt hérna frá. Finnmóttuga, miðugjöf. Finnmóttuga líka. Sergi. Virkilega vel gert þarna hjá Benna. Filip, kemur sér við. Spila upp á Gary. Og þetta er ekki búið. Ok, nú get ég trú að orði einhver læti í þessu. Ok. Róa sig, Hákon fer í uppgjöf, leikmaður með 9, Andri Hilmir. Já, sleppt á síðustu sekundum. Og klári uppgjöf. Já, þessi er líka úti. Já, staðan 12-13. Káa 13, Hákon 12. Sergi, uppgjöf. Hákon. Já, Ævar tekur með þessu. Filip sendir á Sigþór sem er með virkilega gott mask. Komast ekki í blokkina hana Máni og það fikk alltaf litt að hjálpa á Gary. Sett það niður. Sigþór. Uppgjöf. Skoraði ásáðan. Síðan var ekki nú góð. Þess að Gary þetta hitt. Sjá hvað hann gerir núna. Uppgjöf. Já. Þetta var flott. Kerfið í Hákon. Spila aftur fyrir sig á Gary sem skilaði þessu virkilega vel. Það er gert hjá Hákon, Gary fyrir uppgjöf. Það setur núna. Það er núna í örugugjöfina. Hitt ekki
Þetta gerir hins vegar Káa mjög vel. Káa sá ekki við þessu. Fili spila aftur í sig á Mason. Skilja þessi ekki góð leik. Það er gert. Mason, Gjöf, Hákvæs návandrar mjögjöfuna, en vissi það vel. Skilað hjá Stefnundunum. Vel gert. Við séum nokkru sinnum. Filip gerir þetta vel, skilar þessu á Kjó sem er þeirra tekur sem er þeirra að við. Filip fyrir í gjöfuna. Þessi er úti. Filip ekki hana við saman til hana. Stefán Gunnar sem getur Háká í stöðunni 16-15. Þessi spennandi. Hörkublokk hjá Kjó. Þau spilið svolítið náttúrulega þannig að það var mjög erfitt fyrir Magnús Ingva að gera eitt úr þessu og hún gerir eina rétta og hendur yfir og getur að eftir að þau kemur. Það var á mjög stöðunni 85. Það skilja þessu vel og þetta spilið upp á spila á Ísmar sem gerir engin mistök og skilja þessu vel. Háka gerir breytingu. Nú ætlar Massimo að geta fengið eina séns að Ísmar stíga eftir á línu. Uppgjöf. Hann skiptir leikmann. Bjarki. Eiríksson kemur nú. Línunni, það er ekki á þetta, Kjó. Já, þeir hafa ekkert við hann hana. Þeir hafa ekkert við hann Hákámenn. Og skilja það hérna. Það er venjulega reyndar. Það var ekki honum. Benni fyrir uppgjöf. Stöðunni 19-16. Og 1-0 fyrir Háinu. Tók skuttan aðeins, mikið pláss eftir. Fyrir hann Andreasdóttir sem hann nýtti sér það. Bóttum ekki nógu talega. Tók til skuttu. Hann nýtti sér það. Hér. Og það hann í uppgjöf. Þarna og hann þarna vilja það á mót á Massimo en áðan maður hefur þetta fyrir sér uppgjöf og Kjó Háká er í vandræðum, grænsbótt yfir fyrir spilarum og í netinu sem að Filip það að gera vel og hana og
þig. Þarna vilja þeir fá hana tvíslag á og Massimo í sáttur. Þetta bara inni, já, virkilega góð blokk hjá Káa og staðan 22-18 og HK og þess að þú geta að Káa þarf ekki nema 3 stig til þess að tryggja sér deildarmeistaratitilinn. Það má segja að deildarmeistaratitilinn sé titill sem erfiðast að vinna, þetta eru flestir leikir á bakið hann gestin í úrslitakefni og ég hef búin að spila marga leiki í vetur og leiki og veturinn allavega standsum deildarmeistari Káa sér, vantar aðeins þrjú til að tryggja sér það. Skjutar áfram Mjökkjöp, já. Já. Og þessi er bara úti, já. 23-18 og Káa taka gríðarlega stór skref í að tryggja sér titilinn. Sigþór áfram Mjökkjöp, 23-18 Áhaldið taka vel við sér hérna á heimilinu og eins og þetta vel gert en Ævar gerir vel boltinn líkast upp í lofti komur sáðan en góð vörð hjá Káa sænskapir, gott að sjá HK Ísmar kemur inn á bara ekki alveg á hóðu en Gary Káa kemur þessu ekki yfir óefnir annar Gary með tvær hörku góður ruggaðir og Filip tekur greip í stundum 21 áfram inn í hrinnatur þannig kemur það viðbútt þessari Sigfríði Filip er að fara með því að Káa hefur síðast deildarmeistari árið 2011 Káa hefur unnið 2 ár í röð fyrst vann Káa þennan deildarmeistaratitilinn árið 1999 bæði Káa og HK unnið hann 5 sinnum Káa
í smá vandræðum núna. En ég veit að þetta gríðarlega öflugar uppgjafir hjá Garri. Og staðan orðin 23-22. Já, sjá hvað hann gerir núna. Þetta bara þannig að eftir að dómarinn flautar þá hefur bara leikmaðurinn 8 sekúndur til að gefa upp og þau bara, hann var búinn að vera alveg á nippinu með þetta í öll þessi skipti og því dæmdi hann bara upp og gríðarlega knöðlegt hjá honum. Þessu í stöðin 22 það er skila 3 uppgjöfum í röð þannig að tíma til þess að vinna og uppgjöfina en þá var það bara í stík til þess að klára hérna og þar með deildarmeistaratitilinn Fúsi fyrir uppgjöf þessi hins vegar þessi bara inni og KM fagna þessu gríðarlega vel og vita allir að deildarmeistaratitillinn kominn í hús og Fúsi veit það líka veit það líka og áhörnur virkilega vel með á nótunum hérna Gáðumilnu þetta deildarmeistaratitilinn kominn í hús og mikil stemmingi meðan að undirbúa okkur fyrir þriðju runna enga breytingar en þetta til að breyta höfum okkur smál hér þangað til að þriðja runnan hefst
Bóttir frá hægri. Áfram þegar því sem vel. Jakkar. Ævar spilur upp. Jú, fyrir maður. Já, stæri í blokkina. Ísmar, það er vel. Íslæði honum. Steinis á því.
Berghaus, og Sergi gerir þetta vel, nýtir að þunna reynslu. Káa mennir ekki og Harry eins og ekki þannig. Hastar. Kari áfram í uppgjöf. Þessi bara inni. Þessi spurnindir, en það spila röð, það 6-11 menn röðverkefnum auðvitaðinu, þá menn alveg stryk, Filip í uppgjöf, spila á Sergi og þetta bara unni, en þessi útíkortir, skiptir ekki máli. Bökkur sá vantilega snertu hana. Filip Jólir. Filip áfram í. Þessi, já Filip. Áfram 5 sem yfir. Máni, ykkur ágá. Þetta var virkilega vel spilað upp hjá Filip og Lexi gerir þetta virkilega vel. Hann hefur gert hjá honum. Fórsókn með Káa. Það var uppgjöf. Filip Kámana. Spila Sergi og þetta Lexi með blokk. Lexi blokkaði þetta vel. Sergi aftur. Filip skilar þessu. Sigþór. Sergi með tilbaka. Aðeins núna. Gunni með flottar fórstöðu. Filip og Filip að benda á sig tvístar. Ekki á hverjum degi sem við sjáum það. En sjálf sem það gerist. Það Filip var tvístar. Bestu spilur í landinu. Mörg ár. Aðsýnt aftur út þessu. Q. Sér þarna. Gatt í blokkinni. Eða blokkur út af hana. Virkilega vel gert hjá honum. Fast. Lexi ekki verið gáðan. Þessi 6 á fórskutið. Staðan 10 fyrir þá. Mátika og þarna Q mættur og Magnús Yngvi. Það beint í blokkinni á honum. Tegir sér langt yfir netið. Lexi áfram ykkur.
hörkur gjör legsa. Káan er samt sem að koma sem yfir. Halldór segir. Þarna Ævar. Já, frábærlega gert hjá Káamönnum. Það er ekki með þá. Næstu myndu styrkust við í að klúpingi þennan. Ævar úr afturlínunu. Lexi. Gjöf. Þessi er í neti, opinn hana. Þetta er netbrúnan. Nú skiptir við hann. Svo ekki með Gjöf. Kastar útínum á Gjöfni, alveg til verðum með þessum. Tjúm og blokkinn komst ekki út í hann. Það var bara að negla og ekki hægt að verjast því. Núna Kjúkum með eina framst á bókunum ekki. Kjúkum, staðan 30-14, Káa búið að 6 á fórskotið, Háká. Já, þessi var bara inni og hörkur. Ríkarlega bara. Já, var samspor þetta. Það er bara að slaka hann núna eftir. Neips, en Háká tekur vel á móti þessu þar. Greið frá Andreas og Andreas. Já, það er bara ekki alveg vissir þetta. Já, það er erfitt að sjá þetta. Það er fast. Þetta verður inn í úti. Það er erfitt að sjá þetta. Það er brákurinn. Það sem ekki lotnær, uppkastir, ekki gott þarna og hendur, þessi er ekki gott og það er erfitt að hitta með Andrés Jökjör Gunnar tekur alveg móti spil á Kjó þessi er hins vegar bara úti Rétt. Staðan 16-14. 16-14. Andrés Jökjör í Gjöf. Háká. Ekki á fórskot eftir. Auðvitað. Ævar í vandræðum. Já, Kjúkum hefur til þetta. Já. Fyrir spiluna á Kjú aftur. Og þetta er bara negla. Já. Það er bomba. Það er kannski það. Það er alltaf það. Það er 116 fyrir. Káa gerir skiptingu. Fúsi kemur hérna á ryggjöfuna. Flottur ryggjöfuna Fúsi. Skiptir sig við sér. Nokkuð oft. Fúsi komið inn. Flott sem að styrta sniður hjá honum. Langar gerir fluga. Þeir eru alltaf langar. Þegar en þarna bara það er vel til að smassa okkar í miðunni. Fór í borðina á Fúsi. Ekki lítið sem sá honum. Svona Fúsi stendur aftur í húnum núna. Þarna Ævar til þessu vel gert hjá honum. Já, þetta er víst eitthvað sem kallast tvíslag. Þríslag þetta kannski kallar ekki ára. Það er mörg. Ókvæmt var það allavega. 16-17 fyrir Háká og Leysson. Jökjör. Já, góð í honum. Ákveð samandrar í móttökunni. Já, og framspilið í vandræðum og uppspilið erfitt náttúrulega þettinu. Þá mætti bara Filip. Hendunar. Þetta er að segja. Filip. Leysson eftir uppgjöf. Staðan 17-17. Spurning gott hvað með Filip. Það er 3-0.
hana, skildi eftir línuna. Og svo Háká. Það er þetta á þetta. Þá er spurning hvað gerist núna. Þegar Garðabæni fer í uppgjöf. Ansi margar áðan. Það er þetta skýrt. Undirbúningur hafi ekki verið nægilega langur hjá honum. En allavega það er 18-18. Hörguleik. Skáðan hefur haft haldið fyrstu tveimur. Háká í þeirri þriðju. Þetta er bara Arnar reynslun og Ævari að skila sér. Þetta negla, bara setja hann. Setja hann över í svæðin. Ká komið yfir í fyrsta skipti í þessari hrinu. Já, aftur. Og Háká tekur leikið. Annað ná opnum sínum aftur. Fyrir lokasprætt í þessari hrinu. Já. Og kannski við að gera meðinni. Slagið á virkilega gott smass þarna. Gott smass hjá Stefáni. Guðni náði ekki dempa nógu vel. Staðan 19-19. Stefáni á Máni fyrir ykkur Háká. Fúsi tekur móti sér. Já. Smávandraðan hana. Já, Andrés skilaði sig vel. Já. Þessi smávandraði móti fyrir að geta nærmur over þessu. En 20-19 fyrir Háká og Máni inn í Já, tímur til hana, ágætt. Jú, hinsvegar. Já, blokkið var svolítið langt frá netinu og Masi fast. 20-20. Ævar í uppgjöf. Fúsi, já. Áfram þannig. Það er þannig. Já. Nei, Ævar til það. Já, ákvæði vandræðan mótíkunni. Þarna, já. Góð blokkana hjá Lexa Q, erfitt að vinna úr þessu smassi þessu að mjög uttalega. Þá komið yfir 21-20. Það er að gefið. Áttalega þessu vel. Áttinn í svar. Þessi er bara úti. Já. Þessi er bara úti. Og staðan 20-20 og Háká tekur aftur leikhlið. Þetta er ég. Háká er aðeins að sína mótsinni. Ég fann sann að brökna í síðasta leikum þessu daginn í dag. Það var einn helgarinn að styrna til hérna að taka henni með 2-0 á heimavelli. Síðan fram á það. Síðan bara bestir. Það verður með stöður í betur. Og breytinga margir sem að spila vel. Það verður Háká. Það er ekki átt sjálfinn þeirra. Það er standur 20 og Ævar í uppgjöf. Og Filip með hörku, góðan
vörðuna og þetta bara, já, góð vörðuna Háka líka og Lauma Ævar spila þessum upp á Fúsa sem að ákveður að taka erfiðliðin á þetta kannski sem slag en skiljanlegt þó Háka fyrir ykkur, það Stefán Gunnar hann má ekki skilja þessu ykkur að gá Fúsi tekur vel við þessum sér þetta Alexa sem að skilar þessum vel tölur að hæðamunur á Alexa og Sergi hana Alexa lít sér hann Muni og gera þetta virkilega vel Hver í uppgjöf tekur að þeirra fastar platar niður nei, meira flott í þessum Hákaði vandrar í móttökunni kemur með þessum öll yfir Alexis skilja þessum upp og Mason sem að geri þetta gríðarlega vel ábæðlega gert hjá Mason verður spilað upp með Filip þá þarf Káa aðeins eitt stig til að taka þennan leik 3-0 sem að gríðarlega þetta sem Hákaði takir núna Lexi uppgjöf þetta var svona ég veit ekki hvað maður hugsa alveg þarna Filip hristi aðeins við sinni virðu Lexi fyrir á 20-sér frá sér strax upp á 40 sjá hvað hann gerir Sergi í uppgjöf Fúsi í vandræði móttökunni sendir á Kjóp og Háka blokkar 23, 24 það var spennandi Sergi í uppgjöfinni Filip sett hann inn á Hátíðan góð, á Mason sem að setja hann út 24 pínu kærleiksleik hjá Háka og Filip væntanlega ekki mjög sáttur sá það á svipnum á honum byrjaði svolítið með kærleiksleik slagi á Fúsa Lexi voru í uppgjöf kærleiksleik þar líka og Lexi var kannski góðin aðeins lengra heldur en það gaf til Filip var þetta mikið meðingur Sigþór kemur inn á fyrir Fúsa Háka komið í 25-24 búinn að skora núna 5 stig í röð sem að menn eftir reyna ekki alveg með myndi koma tilbaka Sergi tekur þessu uppgjöf það var góð móttökunna á Kjóp sem að smassar þessu vel Fyrir spila þessu Kjóp það er ekki ánægð með sig annar kámenn á að gefa þessu með sig spurning hvernig taka á sig núna Kjóp fer í Jónsfjöldjöp sjálfsögðu og hins vegar flott móttaka alveg í jörðina en náðu Jók það við gerum þennan Mason út til ég held að Filip hafi ekki alveg verið viss en ég held að hann hafi verið dauðfeginn þegar hann sá hann lenda hann utan 26-25 fyrir Káa það notar eftir til tífóknir fyrir að reyna stoppa ritman sjá hvort það er einhvern árangur Vastari nei þetta er góðu kjöp
og já, virkilega góð vörn hjá K.A. og HK tekur þetta síðasti, já, fyrirspilur upp á Q og kemur sigurstigið, já, geggjað stig, geggjaður leikur, geggjaður leikmenn hjá K.A. og verðskuldaðir deildarmeistarar 2018, sannarlega vel að þessu komnir, virkilega vel gert hjá þeim. Voru betri í dag, minnum síðan á það leikur aftur á morgun hjá þessu sömuliðum þar sem að deildarmeistarar K.A. taka á móti HK og við reiknum með að síðan líka klárlega óskum K.A. hjartanlega til hamingju félagar sem séu komnir og við segjum þessari útsendingu lokið í bili, sjáumst aftur á morgun.